Ég sko tók innkastinn bara á litlum velli og kastaði bara ógeðslega fast í markmanninn þannig að hann færi bara inn líka, þannig ég skoraði oft þannig. Ég heiti Sveindís Ein Jónsdóttir og ég er fótboltakona. Ég byrjaði að spila fótbolta þegar ég var 10 ára og ég byrjaði fótbolta svo ég myndi æfa eitthvað út af ég hafi aldrei æft neitt fyrir það og ég var svolítið latur krakki þannig að ég var eiginlega svona hent bara í þetta. Já, mér fannst sko ekkert rosalega skemmtilegt fyrstu æfingarnar þannig að ég fór á æfingar bara með vinkonum mínum úr skólanum og já, eins og ég segi, það fannst mér ekkert rosalega skemmtilegt fyrstu æfingarna þar sem ég var ekkert rosalega góð en það er bara mjög skiljanlegt en já, ég sem sagt fór á pæjumóti með vinkonum mínum og mér fannst það svo ógeðslega skemmtilegt og það var svona eiginlega ástæðan af hverju ég hélt áfram að spila. En ég var alveg líka frekar tapsár á þessum aldri þannig að ég átti mjög erfitt með að tapa og var bara ekkert rosalega ánægð með það þegar við töpum. Og eitt skipti hérna á pæjumótinu þá var valið einn leikmann á hverju liði til þess að spila með landsliðinu og pressuliðinu. Þannig að ég var valin í það en þetta var bara svona strax eftir tapleik þannig að ég var ekkert rosalega sátt með þetta. Þannig að ég var bara ógeðslega reið að vera valinn og bara það voru allir ógeðslega hræddir við mig eiginlega. En svo spilaði hennar leik og við unnum og þá var bara allt skemmtilegt eftir það. Ég spilaði minn fyrsta meistaraflokksleik með Keflavík mjög ung. Ég var held ég 15 ára. Nei, 14 að vera 15, eitthvað svoleiðis. Það var svona fyrsta skipti sem ég svona fattaði að ég gæti alveg náð langt í fótbolta. Þegar ég var fyrst valinn í landsliði þá var ég skýjónu með það. Ógeðslega skemmtileg viðurkenning og gaman að fá að vera í þessum hóp með öllum þessum stóru stjörnum. Þetta er ógeðslega gott lið og margar geðveikt góðar fótboltastelpur þannig að ég var eiginlega bara mjög þakklát fyrir kallið. En þetta var alveg svolítið erfitt bara svona fyrst út af því að ég var alveg svolítið stressuð. Ég var ekki alveg viss hvort ég væri orðin svona nógu góð til þess að vera í landsliðinu. En svo fæ ég bara risastórt tækifæri til þess að byrja leikina á móti í Svíþjóð og Lettum. Þannig að þetta var alveg ógeðslega gaman og ég var bara mjög sátt með þetta, geggjaður leikur og bara ganga svona vel í fyrstu landsleikjunum. Það var bara mjög mikilvægt fyrir mig. Já, ég get kastað svolítið langt úr innkastum og ég fattaði það eiginlega bara í yngri flokkum líka. Þannig að þegar ég var eiginlega svona 12 ára kannski, þá notaði ég þetta stundum svona sem eiginlega bara vopn. Ég sko tók innkastin bara á litlum velli og kastaði bara ógeðslega fast í markmanninn þannig að hann færi bara inn líka, þannig ég skoraði oft þannig. Svolítið leiðilegt en ég notaði þetta, ég nýtti mér þetta. Þannig að það byrjaði eiginlega bara þar og svo gat ég bara eiginlega kastað lengra og lengra með aldrinum og eiginlega bara svolítið gaman að geta nýtt þetta í bara leikjum núna og skora út frá þessu. Já, ef ég ætti að gefa einhverjum ráð þá væri það bara að gera bara sitt besta og fara bara eftir sínum draumum og það er eiginlega bara allt hægt ef viljinn er fyrir hendi. Það er svona sem ég hugsa mest. Líka bara skrifa niður markmið, setja þau niður og gera minni markmið kannski, bara það að æfa sig betur í fótbolta og skora mörk á æfingum. Það bara er ógeðslega gott markmið og svo getur þú þróa það í ennþá stærri markmið, að kannski spila með meistaraflokki. Það er líka gott markmið og gott að setja tímatakmörk á markmiðin svo þau náist. Og svo bara, já, að halda áfram og æfa sig vel og þá getur allt gerst.